Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Við ætlum að fara núna yfir í körfuknattleikinn og á línuna komin Baldur Þór Ragnarsson, Þorlákshafnarbúinn knái, sem búinn að vera út þeyting í allt sumar með yngri landsliðum og hinum á þessu stórmótum. Heill og sæll félagi. Já, blessaður. Hvernig, hvað ert þú búinn að vera mikið í útlöndum núna þetta sumarið? Það búið að vera töluvert mikið. Ég byrjaði á því að fara á smáþjóðleikana með A-landsliðinu og síðan fór ég á Norðurlandamót með 16 ára liðinu og síðan var Evrópumót í A-deild með 20 ára og svo var ég að koma heim núna á Evrópumóti 16 ára í B-deild. Já, þannig að þú ert ekki búin að vera mikið á Íslandi í sumar. Nei, ég var að telja eitthvað saman. Ég er búin að vera í einhverja 40 daga erlendis í sumar. Já. Þannig að það er eitthvað nýtt fyrir þér eða ekki að vera svona lengi úti? Jú, ég náttúrulega fór með 20 ári í fyrra á Evrópumótið en það er töluvert meira verkefni sem ég fór í núna heldur en í fyrra og núna vorum náttúrulega mun lengur úti líka í 20 ára. Við vorum alveg 17 dagar streita því við tókum æfingamót fyrir. Þannig að jú, þetta er alveg búið að vera töluvert magn. Já, nákvæmlega. Þú byrjaðir, segirðu, á smáþjóðleikunum. Hvernig var svona upplifun þín að því móti? Já, það var náttúrulega bara skemmtilegt, Við erum náttúrulega með svona eiginlega töluvert yngra lið. Það var, Kristófer og Tryggvi einu sem eru í hópnum sem að fara Eurobasket sem voru að spila hana og vorum að gefa svona yngri mönnum séns á að spreita sig sem að eru næstur kannski inn í liðið, Já. Og það var bara mjög gaman, Já. Það er náttúrulega, þetta nú, þú öfundar kannski ekkit landsliðsþjálfarana, þetta er ekkit auðvelt að velja í svona lokahóp fyrir Eurobasket, svona með, hvað eru margir sem koma til greina orðið? Já, við náttúrulega eigum töluvert fleiri frambærilega leikmenn í dag heldur en við áttum áður fyrr og þannig að þetta verður mjög erfiðara að velja þetta og sem er líka bara gott. Þetta á að vera þannig ef við ætlum að vera með lið sem er að komast að lokakeppni þá á að vera erfitt að velja þessa hópa, Nákvæmlega. Og svo tók við Norðurlandamótið ekki eftir smáþjóðleikunum? Já, þá fór ég með 16 landsliðinu á Norðurlandamótið. Ég datt þar inn sem aðstoðarþjálfari að vantaði mann og ég ákvað að redda því atriði og stökk á það, þannig að það var bara mjög skemmtilegt að fara í aðeins svona yngri strákana sem eru á uppleið og reyna að kenna þeim eitthvað. Já, þannig að þú náðu að deila ykkur í reynslu? Já, maður er nú að deila einhverju reynslu svona í þessu. Já, og hverju voru með þér þá með þetta landslið? Já, þá var ég með Viðari Hafsteins sem er þjálfarinn hjá Hetti. Þannig að þið hafið saminað landsbyggða svona móralinn inn í hópinn? Já, hentum landsbyggða móralinn inn í þetta og á klikkar þetta ekki. Nei, en hvernig gengum með þessa ungu stráka? Er þetta efni sem er að koma þarna upp sem jafnvel eftir að gera sér líklega í framtíðinni að fara svona styrkja A-landsliðið? Já, ég meina bara ef að menn halda rétt á sínum spilum og vinna vinnuna þá er alltaf möguleikin fyrir hendi. Þessi, svona 16 ára aldurinn, þú ert nú mikið í styrktaþjálfun og fleira. Þetta er ekki svona mjög mikilvæg tími hvenær byrjar til dæmis, við hvað aldur byrjar til dæmis svona styrktaræfingar og sem það þarf að huga virkilega vel að einstaklingum. Það er náttúrulega, menn stækka svo fljótt oft. Já. Og hætta í sjálf sér náttúrulega það má nú alveg bara fara að huga af styrktaþjálfun bara leið og krakkar geta tekið við tekið við upplýsingum og framkvæmt það sem hún segja þeim, en það þarf hins vegar að vera svona svolítið mjög, maður þarf að vanda sig svolítið til verka og vita hvað maður er að gera ef maður er að þjálfa þessa krakka því að þetta er kannski aðeins svona flóknara heldur en bara að segja ef maður lyft einhverjum svaka þyngdum, það þarf að
maður kenna þeim að beita sér rétt og vinna svona upp að ákveðnu marki og þegar þau ná grunninum þá geta þau alveg farið að lyfta sko snemma þótt að sé ekki orðin mjög gömul sko. Já. Þá það ekki mikilvægt að það séu menntaði þjálfarar eða reynslu miklu sem að vita svona hvað það syngur eða ekki, því að það þarf lítið til eða ekki til að gera mistök með svona unga leikmenn. Já, það þarf náttúrulega fólk náttúrulega þarf að hafa þekking á því sem það að gera til þess að vera að vinna með svona krakka og það alltaf betra, þannig að í staðin fyrir að vera í einhverju tilraunastarfsemi að vita hvað á að gera. En það var að 20 ára landslið, það kannski það lið sem að vakti hvað mesta athygli núna í sumar í þessum ferðalögum? Já, það var mjög skemmtilegt sko. Það var náttúrulega, vorum hana að spila í A-deildinni og komumst í 8. úrslit og það var bara mjög góður árangur sko. Já. Með því að fara þarna í 8. úrslitin í A-deildinni, eru þeir þá áframið ekki í A-deild á ári eða? Já, þetta eru 16 lið í A-deildinni og topp 16 og við endum í 8. sæti og það eru 3 lið sem falla 14, 15 og 16 falla, þannig að við verðum áfram í A-deild á ári. Já, þannig að það eru, og svo eru sumir leikmenni þekki sem að eru, konni með reynslu og verða aftur með ári sem eiga ennþá aldur í þetta lið. Já, ég held að séu 4 strákar sem voru í liðinu núna sem halda áfram á næsta ári. Þannig að það er aldrei að vita hvað kemur út úr þeim hópi. Nei, þetta verður náttúrulega, sjálf og sér erum við náttúrulega ennþá alltaf litla Ísland sko, þannig að við erum ekkert að fara að labba í gegnum neina þjóðir þarna, en við allavega teljum okkur geta strýtt með eitthvað og vonandi hittum við á góða leiki og getum allavega að halda okkur uppi. Já, það eru margir af þessum strákum sem að ætla að reyna að banka á landsliðsstyrna í framtíðinni, en það er náttúrulega eitt sem vakti menn verður ekki þreyttir að tala um hann, þessi Rísi þarna sem að byrja að æfa körfubolta fyrir 3 árum síðan, hann Tryggvi. Já, Tryggvi er náttúrulega komin þarna inn og hefur náttúrulega gífurlega hæð og gífurlega hæfileika, þannig að það verður bara gaman að fylgjast með honum og svo verðist hann vera með hausinn í lagi líka drengurinn, þannig að það ætti að vera allir vegir færir fyrir hann. Já. Þannig að það er bara vonandi hann er að fara í Valencia núna og það á eftir að hjálpa honum mikið og vonandi bara heldur hann áfram að developa og þá verður hann flottur. Já, náttúrulega. Og var mikið svona fjölmiðlafár í kringum ykkar lið, svona erlendu fjölmiðlum að fylgjast með ykkur? Já, þú veist, maður náttúrulega sá eitthvað svona á Twitter og eitthvað svona, en það var svo sem ekkert eitthvað að hafa mikil áhrif, sko. Nei. Þið hafið alltaf verið bara að hugsa út í næsta verkefni? Já, ég verður að vera einbeittur af því, það er ekki hægt að missa sig á mikið í miðlunum. Nei, en ertu núna komin til landsins til þess að vera hérna heima eða ertu að fara að þvælast eitthvað meira? Sko, ég er nú komin til landsins til þess að það er ekki annað landsliðsverkefni framöndan en hins vegar er ég að fara til Helsinki að fylgjast með Evrópumótinu sem áhorfandi, þannig að það verður bara frí fyrir mig að fara út. Þannig að þú ert að fara að njóta? Ég er að fara að njóta. Já. Það er ekki flóknara og ætlar að fylgja liðinu alla leiðið það? Ég mun vera riðlakeppnin en ef við förum eitthvað lengra og get ég ekki verið lengur, maður verður að fara að sinna sinni vinnu. Já, og það er í Þorlákshöfn, þú ert að náttúrulega með styrktarþjálfun þar það ekki og marga einstaklingsvinnu? Já, ég náttúrulega aðstofþjálfari í meistaraflokk og ég við þjálfari yngri flokka í körfunni og svo er ég að þjálfa í ræktinni hérna. Bæði með krakka og úlingahópa og svo bara fullorðið fólk. Já, þannig að þú ert bara basically alltaf í íþróttahúsum? Já, ég er þarna meiri hlutan af deginum sko. Já,
Þannig að þú ert meira í íþróttahúsinu heldur en heima hjá þér, greinilega. Já, þetta svona 50-50. Já, nákvæmlega. En, svona, talandi Eurobasket, hópurinn, svona, líst þér ekki ágætlega á hann? Jú, bara mjög flottur hópur. Og hvað það svona, fyrir þetta mót núna, með við síðast, erum við eitthvað sterkari í einhverjum ákveðnum hlutum sem við höfðum ekki síðast? Já, ég heldur sem bara tölvöld þéttari og betri í því sem að við erum að gera, eða það sem við gerðum vel seinast erum við orðnir betri í núna. En eins og þú veist, það þarf allt að ganga upp til þess að ná sigri á móti þessum þjóðum, sko. Þeir eru náttúrulega með tölvöld framar en við, sko. Já. Þannig að við þurfum að allavega hitta boltanum vel og vörnin þarf að smella og þá getur við alveg spilað við þessi lið og vonandi bara ná að stela sigur hana. Já. En stemningin í Þorlákshöfn fyrir leiktíðina, þið eru mikla breytingar frá síðustu leiktíð á ykkur? Já, það bara góð stemning hérna í höfninni. Það eru tölulega breytingar, við missum Baginski og Ragnar Braga og við fáum Snorra Hrafnkels úr KR í staðinn og Óla Ragnar. Já. Þannig að það eru breytingar en bara við erum brattir áfram. Já. En hvernig það náttúrulega, er búist við einhverjum fleirum leikmönnum til ykkar eða það svona bara að vera að renna í gegnum það? Nei, við erum ekki að fara að bæta við okkur frekar úr þessu. Það bara kemur Kani eftir Eurobasket og við erum bara í fínum málum. Já, nákvæmlega. En það er best að koma í lokin með hérna skemmtilegu spurningu handa þér sem að, maður veit ekki hvort það voru fljótur að hugsa þannig, en ef þú ættir að setja saman svona 5-6 manna hóp frá Þorlákshöfn þeir eru upp á sínu besta formi, þú náttúrulega alltaf fylgst með körfunni þar. Já. Hverjir eru þið í þínu liði? Ég fá að velja Íslendinga bara? Nei, þú mátt alveg setja sjálfsög útlendingarna með. Já, ég get nú ekki sett fleiri en einn útlending. Nei, þú hefur bara einn. Ég hef bara einn. Já. Já, herðu, Gummi og Darri, við fórum nú í finals með Gumma og Darra í liðinu. Já. Svo myndi ég henda Emil í fjarkan og Leon Brisport í fimmuna og svo myndi ég bara setja sjálfa mig í pointkast. Já, sjálfsögðu, nákvæmlega. og er eitthvað sem kemur inn á bekknum fyrir ykkur? Já, ég myndi láta Gretar leysa af hana í senterinn og Steina bróður og svona kalla. Já, nákvæmlega. Þetta er alveg hörkulið. Þetta er hörkulið. Nákvæmlega. En ert þú hættur að spila körfubolta sjálfur? Já, ég fann bara einbeita mér að þjálfun. Nú stefnir maður bara á það að vera eini þjálfarinn í góðu líkamlega ástandi á landinu. Já, nákvæmlega. Og svo er þú væntanlega það ekki kallar eftir græna dregunum í vetur? Já, það er náttúrulega alltaf bara betra að fá góðan stuðning úr stúkunni og það er svo sem ekki að vera einhver græn dregi, ég er bara kalla eftir öllum Þorlákshöfnarbúum að láta í sér heyra. Já, nákvæmlega. Baldur Þór Ragnarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og góða skemmtun Eurobasket, þú bara slakar á hérna heima en ég veit að þú ert ekki að slaka á. Nei, það er bara þannig. Ristikistan bilaði í dag og það er bara tóm tjara í gangi. Já, heldur betur. Það bjarga öllu lambakjötinu og þetta er bara vitlaus. Kurslas er þetta, það er eins gott að maður fara að slátra fyrir því. Bestu þakkir. Og við endum þetta á okkar lið, það er gamalt Þórsaralag frá okkur. Já, við viljum stöða það. Bestu þakkir. Já, Baldur Þór Ragnarsson, alltaf flottur og næsti viðmælandi, það er ekki verið endunum, það er Grindvíkingurinn Aron Ómarsson sem mætti sterkur til leiks í velhjóðla keppni Enduro sem framfór í Rúmeníu en er ræða 5. keppni sem fer fram í Karpatíu fjöllunum og þetta er einn erfiðasta keppni í heiminum, ótrúlegur árangur, hann kom sterkur hann inn en við endum þetta fyrst á okkar lið og stuttar auglýsingur og eitt lag.